Baga, 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 beri, 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 baga, 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 herðu. Það er föstudagur, þú ert komin út í bíl, Já, þú ert með kaffi á milli lærana, já. það vantar Bakkelsi. Já, Og það vantar bakkelsi. Það er baga, baga. Já. Það er Gústi vinur okkar þar. Það er engin betur til þess fallin en að baka honi þig. Þau voru að opna nýja matssölustað og bakari á Bankastræti 2. Það er gamla lækjabrekkan. Já. Og nú er þetta bakari á daginn, veitingastaður á kvöldin. Já. Og þetta er bara, við mælum heilsugar með þessu. Já, það vantar nice treat fyrir þig, frúna eða herran í kvöld. Já. Baga, pítsur. Baga, baga. Jæja. Ég er að koma inn að þátt á tvöföldum hámarkshraða, sko. Það? Já, ég er illa peppaður. Ertu í 7. gír? Ég er illa peppaður. Nei, við erum að tala þú heldur að ég sé á 180 og 90 á hraðveginum. Já. Ég er á svona 85 og 30 götu, sko. Bara hættulegt fyrir hunda og gangandi fólk. Það er náttúrulega alveg stór hættulegt og Já. mælum að sjálfsögðu ekki með því. Nei, og kannski ágætt að koma strax inn á annað sem við mælum ekki með. Ég var náttúrulega að segja fólki frá litla Ylja sér lærin, triksinu mínu, síðasta þætti. Já. Ég er svo gott að vera með Lavazza, sitja í volkanbolla, velja bollan. Já, það er náttúrulega engin stúrin frá túrin, sko. Nei, taka út í bíl og vera með milli lærana. Já, einmitt. Helvíti slæmt. Einn vinur minn, hann nýkominn úr fangelsi í Tyrklandi. Já. Svona bad boy. Hanskot. Og hann alltaf eitthvað að djóki mér og var að segja mér frá einu fangelstriksi. Þá er ég semst að hita úr ólífólíu í svona hraðsöguköllum. Já. Og þú veist að vatn síður í 100, ólífólíu síður í svona 400 eða eitthvað. Já. Hellti þessi í bolla, tók með, sendi mér snapp, ætlaði að vera voða fyndin. 7. stigs bruni, bara allt lærið. Hanskot. Þannig að við mælum alls ekki með því að vera með of heitan vökva milli lærana þegar þú ert að keyra. Þessi félagin í fangelsi í Tyrklandi, Já. Það er meiri kallinn. En þeir eru Lavazza, það er rétt hjá þér. Við erum í boði þeirra. Það vantar eitt enn í hann í dag. Já, er þetta hann? Já. Já. Herðu, en já, Lavazza, besta kaffið í bænum. Besta kaffið. Og við erum Hilki, búin á umhverfisvæn Hilki og þú veist, það er bara allt upp á 10 þar. Takk Lavazza fyrir að taka slagið með okkur. Já. Búin að vera með okkur í föstudagskaffinu from day one, maður. Já, þetta er okkar. Já, næstu því, bara öðrum þætti. Og bara frábært kaffi. Þau eru með eigin hillu líka við í Krónubúðum. Ég fer alltaf þangað. Kæra þakki fyrir það. En herru, kæru hlustendur, við viljum benda ykkur á það. Farið inn á Deep Into Pingjan. Við viljum sjá hverjir eru að hlusta. Þannig ef þú ert að hlusta, þá bara, ég hvet þig til að fara inn á Facebook, skrifa Deep Into Pingjan og join. Sum myndu kalla þetta það sem fólk vill vera djúpt rós og skítkast fyrir fram. Já. En þetta er fyrst og fremst aðhald. Fyrst og fremst aðhald, já. Það þarf að halda okkur á tánum. Og það er það sem við höfum kallað eftir. En já, við erum með svona, þetta var að vera dálítið þéttu þáttur en svo eiginlega ákvaða að kötta aðeins niður. Geyma hún til í næstu viku. Já, þetta er svolítið eins og að fara með á menntaskólaball 6 víkingilta fyrir 15 árum. Þú hefur alveg bara, þetta er allt of mikið fyrir þig að fara með 6 víkingilta í dag og einhver segir, heyrðu kallið minn, nú drekkur þú 2 og fengar bríó og 1 töst og fær bara 2 víkingilta. Þannig svona aðeins búið að þinn okkur út. En fyrir vikið Því hvaðan færðu þetta bull? Er þetta ekki svipað? Jú, þetta er bara nákvæmlega eins. Já, ég myndi alltaf svona í hug. Getur verið þannig. Við erum svona með einhverja móla í dag. Kannski ekki beint fréttir, en ég er með frétt. Já, ég eiginlega líka. Svona mitt leiddi af frétt. Frétt það að olían. Nú er olían að lækka. Já. Hún er farin að lækka á ný aftur og þú veist búin að vera á miklu, þú veist þegar þetta er skrifað, þegar þetta er sagt, þá er stendur olían VFTI krút í 94,6 og Brent krút í 97,94. En gott að þetta þáttu fyrir meðalgrinda því að það eru margir eða helmingur núna sem veit hvort talum, hinn helmingur veit það ekki. Þú veist, ok, á ég þá skulum við bara útskýra það. Sko, ég vil samt taka það fram að þetta er tekið upp hérna á 50. eftirmiðdegi, þannig að verðin gæti verið búin að breytast þegar þú kæri hlustandi ferð á morgun og byrjar að skoða þetta. En sko þetta er náttúrulega olíumarkaður, þetta er náttúrulega gífurlega fjölbreyttur en það sem er svona helstu olíurnar í þessum bransa sem að tala það er þessar Brent krút og VFTI krút, þessar tvöfalt VFTI krút. Og krút er í rauninni, þú veist. Ertu ekki með ólífu og sólblómolíu inn í þínu? Nei, það er ekki á þessum markaði, sko. Sprell. Sko munurinn á þessu
munurinn á Brent og krút Brent krút og VFTI krút olíunum, það liggur í hvaðan hún boruð upp úr jörðinni. Brent stendur fyrir Broom, Rannoch, Etive, Ness and Tarbert sem eru sem sagt, staðsendingar á borhólum. Og tvöfalt VFTI skammstöfun fyrir West Texas Intermediate. Þannig að þannig að Brent-olía, hún úr Norðursjó, milli Bretlands og Noregs. En þetta VFTI krút kemur frá Texas að mestu leyti. Og eins og ég segi, þessar Broom, Rannoch, Etive, Ness, Tarbert, þetta þarna í þessum Norðursjó, milli Bretlands og Noregs. Allavega, þessar tvær tegundir, Brent og VFTI, eru svona benchmark tegundir af þessari krútolíu eða viðmið þegar talað olíuverð almennt. Það þá sem sagt VFTI aðilega í Bandaríkjunum og Brent í Evrópu. Þegar kemur að verðunum, verðinu bara á þessum olíum, þá allavega stuðst við það sem kallast futures contract. Framvirkjusamningar. Ég vil þýða það sem framtíðarsamningur frekar en framvirkjusamningur sem framvirkjusamningur sem forward contract en það smá útfærslumunur á þeim sem ég ætla ekkert svona nánar út í núna en verð sem þú sérð á olíu almennt sem sagt þetta futures verð per olíutunnu. Og það nokkuð konar svona spágildi markaðarins það hvað verð á olíu verður í bara næsta mánuði og í þessu tilfelli þá ágúst. En það má vissulega líta á þetta sem einhvers konar framvirkar samning afhendingu í næsta mánuði. En svo eitthvað sem kallast spotprís og þú veist, og það verð á olíun í dag. Og eins og til dæmis núna, þá spotprísin hærri. Og það þýðir bara í rauninni að þú veist, það búist við að markaðurinn muni fara lækkandi. Því að það að segja futures price lægra en spot price, Og það að segja mér að verða olíusjólegin niður? Já, þú veist, það allavega, þú með spot price sem eitthvað 106 og svo ertu með futures sem 95, þú veist. Þess að ég segi futures, þetta rauninni eitthvað, þú veist, þetta verð við afhendingu í ágúst, skilur. Það eru verðin sem að yfirleitt talað þetta ekki svona spotprís eins og bara á hlutabrifum, skilur. Nei, þú veist, en nú, þá spurningin. Mér langaði að leiða þetta út í þetta, hvaðan eru við, Íslendingar, að kaupa olíu? Eru ekki brentarar eða? Ég harður brentari. Já, brentari, þú veist eins og ég segi, það Norðursjórinn. Og mér sýnist á öllu að Ísland kaupi olíuna ekki í þessum tunnum, þú veist, ekki í þessum, ekki bara rá olíuna, skilur, heldur tilbúnum afurðum sem búið að blanda við þessar brent olíur, eða þú veist, krútolíu, Sem sagt, við kaupum, þú veist, þetta fer í svona olíublöndu. Svo þetta bara selt þetta heim sem bara bensín eða þetta fer í refineries. Einmitt, eitthvað þannig, For lack of a better word. Einmitt, Það sem þetta áframunni. En hvaðan heldur við kaupum olíu frá vest, í mesta magni? Þetta land eða? Já, land. Ég myndi að Noreg. Það líka bara hárrétt hjá þér. Sjálfsögðu kaupum við mest frá Equinor í Noregi, sem gamla Statoil sem kom fram í síðasta þætti. Og það eitt sem að ég hef ekki skilið. Ég þóttist vita, ekki bara einhver einn tankar basically sem sér Íslandi fyrir öllum forða af olíu? Já, Það náttúrulega erfitt núna að vera að tjá sig því að fáviskan skín í gegn. En ég vissi svona þóttist vita að vera normenn. Við skulum koma. Því að ég heyrði einhvern tímann sennilegast mýtu að það væri bara einhver einn tankar sem að supplyar fyrir alla aðalana. Þú kannski ert með betur ég þekki ekki alveg beint þú veist mekanisman þarna á bakvið þennan iðnað. Ég þekki svona fræðin að einhverju leiti en við skulum koma bara aðeins nánar inn á eftir hvaðan við erum að kaupa þetta en við sem samfélag Ísland erum að neyta ígildi 19.090 tunna á dag með gögn sem ég hef undir höndum hérna frá 2016. Tunnur á dag? 19.090 tunnur á dag. Tunna, hvað inniheldur tunna? Hver tunna inniheldur 159 lítra. Great. Það gerir 9 lítra á hvern Íslending miðað við mannfjöldan 2016 á dag. Sorry, ég blóti, hvaða gerpi datt í hug að hafa tunnuna 159?
ekki hægt að finna slétta tölu? Já, þetta eitthvað 42 gallons, skilur, það alltaf að tala gallons. Ég bara 40, akkur gáttur ekki gert 40 gallons? Já, ég að segja það, sko. Þetta pyrra mig líka, sko. Þetta eru náttúrulega svakalegar upphæðir og auðvitað þetta að mestu flugfélögin og stóriðirnar og slíkt, en það þarf að fara að finna einhvern nýjan orkugjafa og fljótt, sko. Auðlinda Arnar fær bara kvíðakast við að sjá þessar tölur, sko. Ég vil ekki að sé verið að ganga svona auðlindir jarðar, sko. Nei. En að þú veist, jú, annars kemist ég ekkert á bílnum út úr húsi, skilur, en þú veist, þetta er bara svo mikil neysla, fattar mig. Þú veist, þetta meikar ekki sann 9 lítra á hvern Íslending á dag. Þetta er alltaf svona, þeir eru svona stóra tölur þá bara svona, þá týnum aðeins sér, sko. En allavega, við skulum aðeins fara í það sem ég ræddi. Já. Hvaðan erum við að fá olíuna? Frá fjallöpunum. Það er fjallabinn, það er Noregur, við erum að kaupa Norrmönnum fyrir 214 milljónir bandaríkjadollara. Reyndar klikkaði að setja íslensku krónunar þarna. Já. En þetta er alveg, þú veist... Ok, þarna er ég spenntastu. Sko, Norrmenn eru þá... Ertu að fara að koma hinn löndin líka? Já. Svo Noregur er með 76,4% hlutdeild. Við kaupum af 76,4% af innflutninga olíu er af Noregi. Já, þannig að mýtan sem að ég hendi fram á hann, hún er örugglega hluta til rétt, sko. Já, mögulega, sko. En þess að tölum miða við 2020 og þetta er í heildina $304 milljónir sem við erum að kaupa olíu inn fyrir. Já, bara út af því að við erum hvað með 4 olíufyrirtæki, nei. Já, eða þú veist þetta ekki, bara, ekki? Jú, 5, sennilega Atlansolía líka og eitthvað. Já, þetta er allt í einhverju kurli. En hvað er þá 25% markaðshlutdeildin? Sko, já, ég er að koma inn að það. En ef við tökum bara þessar 304 milljónir, setjum á gengi dagsins í dag, þetta er náttúrulega tölur sem miða við 2020, þá er þetta 42,5 milljarður sem við erum að kaupa olíu. Mér finnst það ekki það mikið, sko. 42 milljarðar á ári? Já. Nei. Er það? Það meikar sens? Nei. Það er láttala. Já, mér finnst það láttala, sko. Vantar dísil inn í þetta? Ég veit það ekki. Já, kannski, eða þú veist, nei, samt ekki. En þetta er ígildi tunna. Við náttúrulega fáum þetta flutt inn, skiluru. Við fáum þetta Ég var að vonast til þess að við fluttum inn meira. Já. Ég segi það nú ekki. Þetta er allan in 2020, þetta er OEC.world, Refined Petroleum in Iceland. Og þetta er sem sagt, imported 304 milljónir bandaríkjadollara. Þetta er líka merkilega lítið með að allur flotinn er á þessu. Flugfélögin, ég er að segja það, sko. Heimilinn. Já. Það er eitthvað. Ég sá að Ásgeir er komin til starfa hjá Skel. Hann gerir þetta kannski að sínu fyrsta verki, að svara okkur og... En allavega, með þau gögn sem ég hef hérna, þá er þetta Noregur, 76,4% hlutdeild á allri olíu sem kemur til Íslands. Já. Er frá Noregi, Bandaríkin 9,3% eða 25,9 milljónir dollara. Sameinuðu arabísku furstadæmin 15,8 milljónir, 5,6%. Nú erum við að taka það. Danmörk 14,3 milljónir, 5,1% og Kúveit. Hvernig í helvitinu ná Danir alltaf að tróða sér inn í allt? Eru Danir yfir höfuð að framleiða olíu? Nei, ég held að sko, þau eru væntanlega með þessa olíuvinnslu, þú veist, því að við erum að kaupa unna vöru, við erum ekki að kaupa rá olíu þannig, sko. Við þurftum eiginlega að grafa það. En svo eru hérna fleiri ríki sem eru með minni hlutdeild. Það er mjög fræg saga í bæði Noregi og Danmörku af einhverjum fullum ráðherra sem skrifaði upp á einhverja pappíra sem er í dag olíuauðlindir Norðmanna byggja miklu leyti á. Það var eitthvað landsvæði eða hafsvæði sem að Danir voru með. Já, það er svolítið. Ég þarf að grafa þetta upp. Ég ætla að koma með þá sögu í næsta þætti. Já, við erum alveg, ég fæ aðhald eftir þetta, ég finna það á mér. Það er einhver að fara að leiðrétta mig. Ég ætla að búið til nýjan lið, fyllibitta vikunar. Einhver að fara að senda mail, alveg brjálaði núna. Ásgeir. En herðu, skemmtilegt. Aðeins annar móli í þessu og þetta eru gögn sem ég fékk af svipuðum slóðum. Það er þess að 10 stærstu olíuframleiðendur heims. Já. Og þetta eru gögn frá 2021. Ok. Og hver heldur að sé stærstu þar? Ég langar að segja Bandaríkin. Þau eru stærst. Já. Hver heldur að sé númer 2? Þá langar mig að segja annarkvort Sádi-Arabía eða Rússland. Ég veit, þetta er naskumar. Ég held að hún myndir henda Noregur. Nei. Noregur er ekki einn svona topp 10. Nei, ég var að fara að segja að Normenn á ekki topp 10. Nei. En samt eru þau með hann olíusjóð sem ég talaði í síðasta þætti, sko. Já. Alveg gjörsamlega móka inn á hann, sko. Júlega að gera gott úr því. Hvað er þetta? Bandaríkin, Sádi-Arabía er hvað, 2? Öðru, Rússland í 3.
Svo Nígería heldur nösk, Kólumbía nei, ekki Kólumbía heldur Venezuela, Íran Kanada 4, Kína 5, Írak 6, Sameinuðu arabísku furstadæmin 7, Brasilía 8, Íran 9, Kúveit 10. Ok, við erum að tala um að ég var mjög heppinn að ná fyrstu 3 þegar ég klúðraði eftir það nema Íran. En sko, Bandaríkin að framleiða 18.880.000 tunnur á dag. Á dag. Þeir eru með 20% hlutdeild í heiminum. Já, þetta að miklu leyti út af fracking. Sem það þeir eru að vinna úr sandolíu. Mjög mikill sóðaskapur í kringu það. Og Bidenin eitthvað að vinna gegn því. Já, Bidenin. Sleepy Joe. En svo Saudi Arabia með 10.840.000 tunnur á dag, 11%. Rússía. Ég held að Kanadamaðurinn sé sama. Canada, fracking. Rússland deila bara með sama. 10.780.000, 11% líka. Kanada 5.540.000, 6%, og þú veist, og it goes on. Og svo málið, Noregur ekki, þú veist, þau ekki á þessum lista, þau eru 13. sæti. Framleiða rétt 2 milljónir tunn á dag. Það ekki meira. Það ekki meira það. Bandaríkin, djöfus veldi þetta maður. Heyrðu, býtu, þeir eru með 2 milljónir. Bandaríkin í öllu. Þau í sjávarútvegi og olíu og bara, þú veist, þetta Já, þeir eru segir. Kolum og gulli og þetta bara ríkt af auðlindum þetta land. Stórgræða núna á útflutning á gasi út af stríðinu. Rússarnir að dett út. En með þetta, normenna, þú sagði hvað, þeir að framleiða 2 milljónir tunna á dag. Já. Rétt rúmlega. Hvað sagðar við varum að flytja inn á ári af tunnum? Á ári? Eða bara á dag? 1990. Tunnur? Já, 1990 tunnur á dag og á ári gerir það 7 milljónir. Þannig að Noregur geti séð fyrir okkur bara á 4 dögum. Já, það var það sem ég var að reyna að koma. Já. Þannig að sko, ef að normaðurinn sest niður 1. janúar og skipleggur árið, þá segir hann, heyrðu, ok, við þurfum hérna 1. til 4. janúar. Já, það verður bara Ísland. Þá þurfum við að skaffa Íslandingunum, heimsku frændur okkar, og svo restina árunni þá gerum við eitthvað sniðut. Þetta ekki þannig? Jú, ég held það. En svona, þetta var bara svona léttur fróðleikur og ég vildi svona koma þess inn á hvernig þessi markaður með olíu bara olíu virka. Ég rauninni sjálfur engin sérfræðingur á þessu markaði, en ég hef ekkert verið að treyta þetta er náttúrulega voða sértækt, sko. Og þetta aðalega, þú veist, eldsneytis fyrirtækin og flugfélög og eitthvað sem almennt að spá í þessu, en ég var með svona smá samantekt á þessu, en þetta virkar ekki alveg eins og bara hlutabréfamarkaðurinn, það sem að þú ert að kaupa bara eitthvað á virði dagsins í dag, sko. Þetta futures Þetta mjög flókið. Og þessi futures kontrakt virka þannig að þú kaupir 1000 tunnur í einu. Já, þetta líka þannig, ég tók nefnilega. Þetta rauninni það sem kallast afleiða. Ástæðan fyrir að ég veit. Þurfum að snerta meira á því. Eitthvað, ég tók einn áfanga í skólanum úti, hann er komið 10 ár síðan. Já, úti í Noregi? Nei, Bandaríkjunum, í Alabama. Og það fleira, þú veist, það talað sweet and sour olíu. Uppráða hvaðan hún kemur og svo hún unnin og eins og þú kemur inn á með refineryin og svo allt WTI og allt þetta dót, sko. Það nefnilega alveg heilmikið, þetta 150 futures and indexes inn á þessu, þetta oilprice.com bara. Skemmtilegt. Þannig að þetta alveg, þú veist, hér bara eitthvað bandarir sem heitir Gittings og svo bara eitthvað frá Íran sem heitir Íran Heavy og það allir fjandinn hana, en allavega þetta var svona léttu, svona ljósapera frá mér til ykkar. Ljósapera, það ekki? Jú. Það ekki gott, ljósapera Arnars. Talandi Íran. Vera með eitthvað svona smá fræðslu. Ef við ekki að hleypa mér að? Jú. Í fræðslu? Jú. Út af því að, sko, nú kemur alvöru vanþekking í gang, sko. Ég nefnilega var búinn að skrifa það mér, ég ætla að tala grunnprinsip fjármála múslima eða íslam. Ok. Hver munurinn á múslima og íslam? Ekki sama það? Íslam bara múslimaríki, eða þú veist. Já. Íslam trú og múslimar eru íslams trúar. Já, ok, það það. Já. En, held það. Sko, ég með nokkra bita sko fjármál íslam og þetta eitthvað sem ég held að ekki allir viti. En í grunninn það að vextir eru bannaðir. Já, einmitt. Og ég rak upp stór augu þegar þú sendir þetta á mig núna fyrir vinslu þessa þáttar. Og ég tók saman semst loka punktinn sem svona summary úr greininni sem ég var að lesa um þetta. Og það sem réttlætir þetta að í grunninn
þá eru peningar að þeirra hálfu ekki eign, þar að segja asset, heldur á það að vera tól til að mæla virði. Peningar eiga ekki að búa til meiri peninga, sama sem vextir eru bannaðir. Og já, rólegur, og ég hérna með svona 5 hluti áður en ég útskýri helstu lánaleiðir í íslenskum bankum. Þetta er náttúrulega stingur bara í stúfið hækkandi verðlag, bara verðbólga. Já. Þú veist, ef þú þá áttu ekki þá á ekki að vera neitt til sem heitir verðbólga. Þú veist, vextir eru bara það sem að Svo náttúrulega annað, ég fór strax að spá í þessu með eins og stýrivexti sem að mér sýndist vera í Sádi-Arabíu sem að var líka einhver undanþága því ég fann það ekki annar staðar, en þetta tengist aðalega sko hvernig hefur þetta áhrif á fólk í Íslam eða múslimalöndum þegar það er að kaupa sér íbúð ef það er ekki að borga vexti. Þú þekki það nú hérna eða þú hefur reiknaði til það að vextirnir eru helviti drjúgu partur af stóra pakkanum. Sko, ég ætla núna bara að taka 5 hluti sem voru nefndir hérna. Að hagnast á vöxtum er bannað. Þeir sem lána peninga mega ekki hafa vexti eða hagnast á vöxtum á lánum. Búin að segja það. Lánakerfi eru á að byggjast á altruism sem er sko, þú veist, það er svona einhvers konar samkenndi eða auðmýkt í garð náungans sem að segir að arður vextir eða annars konar hagnaður af því að lána á að fara í góðgerðarmál. Ef þú ert að hagnast á vöxtum að einhverju leyti, þá bara í góðgerðarmál með þetta. Þriðja, það eru engar afleiður og það er stranglega bannað að vera að taka þátt í svona hlutum sem ekki teljast the real economy samkvæmt þeim. Svo er hérna afleiður náttúrulega eru að einhverju leyti afsprengi kapitalismans. Svo er þetta inn á hérna prohibited industries, bara sem sagt það er bara búið að skilgreina ákveðna geira sem að samkvæmt þeirra trú og lögum er ekki fjárfest í. Og hér gæti þú og þín fjárfestingastefna verið í helvíti vondum málum. Og byrja ég nú. Sko, sérstaklega hérna, specific enterprises, gambling. Nú er þetta ekki mikið að veðja, en það kemur fyrir. En sko bara, maður er að fjárfesta í kúlbett eða öðru. Alkohól. Þú verður að selja allt sem þú átt í ölgerinni. Hanskotinn. Pork, hvað átt í mörgum svínaframleiðendum? Þetta er bannað líka. Pornography. Þú ert náttúrulega mikill túbmaður. Og weapons, nei, ég er að tjúka. Weapons, þannig að þú mættir ekki vera fjárfest í vopnaframleiðendum. Það er svo stöddu. Svo svona 50 þátturinn til að sumera þetta, engin óþarfa áhætta með háustíð eða ófyrirsjáanleika. Í rauninni bara verið að bara taka fyrir áhættu fjárfestingar bara. Já, og sko það eru helviti mörg svona hvað get ég sagt? Þau eru ekkert að henda orðatiltæki sem að ég sá engan tilgangi að vera henda möldu fram, en þetta er sem kallað garar. Sem er bara investments with a high degree of uncertainty. En ég meina, sko, nú skil ekki, tökum bara Afganistan sem dæmi. Nú er náttúrulega búið frá því að þeir tóku yfir talibanar. Þú veist, það er bullandi verðbólga þarna. Þú veist, held ég, þú veist, það er búið að vera að tala um að bara fólk eigi ekki fyrir mat lengur og það er náttúrulega búið að frista allar eignir þeirra. Já, einmitt, og hvað gerist þá? Þú veist, þá verður allt bara dýrara. Þú veist, það verður bara erfiðar að fá mat og það hljóta markaðslögum alveg að gilda þarna eins og annar staðar. Sko, ég myndi reynda að giska á eitt hérna að það sé bara ekki verið að mæla hann í dag, sko. Nei. Hvaða meistar í Afganistan er að mæla verðbólgu þegar allt er í skít, sko. Einmitt, sko. En þú veist... En hérna stendur hún hafi verið 2,3% 2019. 2019, já. Það er náttúrulega þegar að Bandaríkjamenn voru þarna ennþá. En sko, ég bara skil ekki því að það ríkir hagkerfi í öllum ríkjum heims. Bara hagkerfi eins og hér, það er kannski kapitalískara heldur en annar staðar eða hvernig sem það er, sko, en ef það er verðbólga, þá er bara sjálfsagt að þú getur ávasta peningin. Fattar mig? Nei, býtu. Hvað meinarðu? Ef það er hækkandi verðlag, áttu þá að geta ávasta pening, þú veist? Já, sko, það var svo sem ekki verið að búast við því að þú eða hlustendur myndi átt að sjá því að þeir eru bannaði vextir. Hvernig myndur þú gera þetta? Já, þá er bannað að hækka verð í búðum, myndi ég halda, og þar alveg hækkar ekki verðlag, en einhvers staðar verða þessir aðilar sem er að flytja inn vörur, þú veist, þetta er bara virðiskeðja, hún hækkar erlendis og þessir aðilar að flytja eitthvað inn. Já, þau verður að hækka verðið. Já.
En það ekki vextir á maturinu sem að flytja inn. Nei, en þeir verða að hækka verðið, skilur þú veist. Já, þau bara hækka það eða lækka það. Já. En hvernig þetta þá með laun? Hækka þau ekki? Jú, en hvernig hafa þau áhrif á vextina? Nei, ég bara segja að það bara sjálfsagt að geta ávaxta peningiðinn þegar þú ert í einhvers konar verðbólgu. Ég heldur sérst aðeins farin fram á þér því að ég á eftir að útskýra hvernig þetta gert hjá þeim. Já. Og ég skal reyna að vera ég bara, minn kapitalski heili skilur ekki svona. Já, í grunninn, það er spurningi sem við þurfum að svara. Hvernig græða þá þeir sem að lána út peninga ef þeir geta það ekki án vaxta? Já, svo það, þú veist, líka auðvitað tengt verðbólgu. Nú ég aðalega að hugsa bara neytendan, skilur, þú veist, bara einhvern sem kannski liggur á pening, hvernig á hann á ávaxtan, skilur. Svo þetta kannski komið þannig að fólk lifir bara mánuði til mánaða þarna, þú veist, ég veit ekki. Sko, þetta kallað non-interest banking, bara ánvaxta bankaþjónusta og gengur meir út á að veita þjónustu. Þannig sko eins og þetta rekið, þá má segja að viðskiptavinir bankans eru frekar taldir sem partners, frekar en kúnnar. Og til að ég útskýra það, þá fara þau saman í fjárfestingar og hugmyndin að deila gróðanum. Þetta er þetta falleg hugsun. Já, býtu, virka þannig að í grunna í staðin fyrir að lána fyrir eign, þá kaupa þau eignina saman á ákveðnu verði sem einhver premja yfir markaðsverðinu og greiðslufyrirkomulagið þannig að neytandi borga bankanum mánaðarlega, ekki vexti, heldur upphæðina sem þarf upp í kaupin. Ég skil þig. Þannig er eignarhaldi yfirleitt tvífellt. Það er eignarhald á eigninni og svo afnotaréttur af eigninni. Já, þetta er einhvers konar, hvað kallum við þetta, rekstralega? Nei, kauplega. Sko, þetta tiltæki kallast til dæmis murabaha. Ok. Já, og bankin kaupir sérst húsið á 30 eða þið. En það er sami að þú kaupir það á bankanum á 37,5. Ok. Þú veist, það er bara þú veist bara, verðið er ákveðið þegar þið kaupið þetta saman. Svo er greiðslufyrirkomulagið þannig að þú munt aldrei borga meira en 37,5 fyrir húsið. Já, ég skilji. En þú fær 30 ára lán frá bankanum til að borga á 0% vöxtum, nema bara með premju. Já, þú ert í rauninni. Ég bara skil ekki hvað þú ert að segja þetta. Ég bara skil þetta ekki. Nei, en þú, nei, ok, það er ekki. Jú, ég skil þetta. En þetta er útfærslan. Heilin minn er bara ekki innprentaður inn á þessa bylgjulengt. Ég veit það, og þetta er svona það sem við hefur nefnt í kostum og göllum. Hvað eru þetta annað en vextir? Þegar þið kaupir saman á 30, en ákveða þessi 38. Einmitt. En svo er það, skilur, en það er annað, það sem er góða í þessu kerfi er sko, þú hættir að vera háður mörgum öðrum ytriðastöðum sem við erum háði, eins og þú ert að segja með verðbólguna eða bla bla. Þannig ertu bara, heyrðu, ok, ég er að kaupa þetta húsæðar eftir á næstu 30 árum á 40 milljónir. Nú er ég bara að fara að borga, þetta er bara fastir vextir. En auðvitað eru þau að einhverju leiti háð virðiskeiðu erlendis frá eins og þau þurfa að flytja inn sement og fleira, skilur. Já. Þannig að það hækkar, en ég meina, ertu að segja mér ef ég fái bara þetta er í rauninni ekki lán. Þetta er 0%, þú veist, þetta er bara þessi premja. Ef ég myndi taka lán í dag til 30 ára á 0% vöxtum þarna, og þá er náttúrulega sko, ef húsnæðisverð bara hækkar og hækkar þarna eins og annars þar gerir ráð fyrir. Já, það er mjög áhugavert sko, ef við myndum setja þetta á Íslandi, segjum bara við bönnum vexti, hvað myndi gerast? Já, þú bara sætir á eign sem að kostar 200 milljónir eftir 30 ár sem þú fékkst á 30 og hefur ekki þurft að borga henni á vextaði. Já, nei, en þú ert alltaf að borga afborganna. Ekki að vöxtunum heldur höfustunum. Já, bara afborgað, þú veist þetta. Ég skil þetta ekki. Já, allavega. Hinn tegund lána er ljara. Það sem að ég talaði að bankin kaupir húsið og leigir. Það sem þú borgar henni bara x einhver ákveðin ár og svo kaupir bankan út. Já. Og svo er ef við fyrir aðeins tilbaka, þá er talað ákveðið fyrirkomulag sem er mjög vinsælt þegar kemur að sko, ef við erum ekki bara að tala um húsnæðiskaup, heldur segjum að við séum að fjármagna bara, hvað getur við sagt, eitthvað startup eða, við erum bara að fara að kaupa 100 gröfur, eitthvað gröfufyrirtæki eða bara fjárfestingar, bara þú ert að fá banka með þér í eitthvað fjármagnunarlán, að þá er revenue-based financing, svona tekjutengt lán. Og þetta virkar þannig sko, að í staðin fyrir að bankin sé að taka veð eða lána gegn veði í sem sagt, projektinu, þá bara fundið ákveðið payback með hlutfalla veltu. Já. Og hérna tók ég dæmið, þú velti 10 milljónum á ári, vantar lán til að vaksa, bankin lánaði 15, en hann tekur bara 7,5% af veltunni, bara fyrir allt, bara hvað selur, í 7-10 ári eða hvað það er áður en þetta borgar sig upp. Upp að þessum 15 þá. Já, og svo einhver svona, það má náttúrulega ekki vera
vextir en þú veist, þannig að sé einhver premja inn í þessu. Það er fróðlegt að sjá hvernig þetta myndi ganga hérna á Vesturlöndum. Heyrðu, ég er nefnilega með eitt skemmtilegt með þetta. Það færi allt í hakk, sko. Nei, það er nefnilega eitt. Þetta er fyrirkomulag sem er í vexti. Svona revenue-based financing. Það er í samfélögum? Nei, bara bæði í startups og er að færast inn í almenna bankastarfsemi. Já. Að þú ert að gera frekar bara aðeins meira due diligence á fyrirtækinu sem þú ætlar að lána. Þú ert ekki að fara að taka veð í því. Ég er aðeins að tala en þú ert að lána því gegn því að þú fáið síðan bara greitt í gegnum veltu fyrirtækisins. Ég er að tala svona óhagnaðardrifnum hagkerfum, sko. Það meira að tala það er flutt yfir til Vesturlanda. Þetta er þetta hagnaðardrifið inn í enn. Þetta er ekkert galið, einmitt sem þú varst að nefna þetta síðast, sko. Revenue based. Nei, það er í rauninni ekkert galið, sko. Og ef þú myndir bara sjá þetta eins og í bara lánastarfsemi hérna heima fyrir, þú veist, VC funds eða þá sem eru, hvað heita þessi stóru fjárfestingar sem eru að fjárfesti í startupunum. Þeir taka alltaf hlut. Hvað heitir þetta? Crowberry og allir þessir vísitölu sjóðir. Já. Þeirra forsend er að þeir fá mikið pening frá líbunum og stórum fjárfestum. Þeir taka hlut og vaksa með því. Þetta format er í rauninni gengur út á að þeir segja bara, heyrðu, hérna er 1 milljarður, við vitum að það er að fara að vaksa og við ætlum bara ekki að taka neitt hlut af ykkur sem founderum, en við tökum í rauninni þeim mun hærra kött af veltunni sem kemur inn. Það er bara okkar payback. Og þetta er í vexti. Og annað, ég veit þú myndi ekki fíla það, en má ég sjá, ég var með hérna litla tölu það að vöxtur á Islamic Finance bara sem geira er eitthvað 18 eða 20% á milli ára. Þetta er semst að dreifa sér á milli landa. Þetta format fjármálastarfsemi er nú þegar í 80 löndum í heiminum. Þetta bara óhagnaðardrifið hagkerfi? Sko, nei, í rauninni vextir bannaðir fyrirkomulag á lánastarfsemi innan fjármála gera. Varst ekki að segja að þetta hafi staðið í Kóraninum? Jú, þetta kemur í rauninni úr Kóranin skrifaður bara eitthvað 600, sko. Já, þú veist, ok, þannig ég fari bara aftur. What is Islamic finance? Financial rules that adhere to Sharia law. Já. Nú er ég bara ekki alveg nógu fróður. Sharia er, held ég... Einhvers staðar las ég að það væru svona frekar grimm lög. En ég ætla svo sem ekkert að fara að tjá mig það hér. Nei. Ég er bara trúleysingi og mér líður bara vel þannig. Já, sko, ok, það sem ég ætla að koma inn á Sharia er ákveðin svona trúarflokkur innan Íslam og svo er talað Sunni og Hadith. Þannig að þetta getur breyst. Er þetta ekki bara eins og innan... Það eru margar fylkingar, múslimar skiptast í margar fylkingar. Já. Bara eins og kristnir, þú veist. Já, ég var að fara að koma inn á það. Við erum hérna Luthers og mótmælendur og bla 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 bla. Þannig að þetta kemur úr Sharia ganganum. Finnst þetta eiginlega alveg stórmerkilegt samt, sko, að þetta bara gangi. Bara svona til að taka á því, þú nefnir kapitalisman. Það er aðeins snert að því hérna í þessari grein, sko, að Islamic fjármál eiga rætur sinni að rekja aftur til sjöunda hvað ekki það? Sjöunda aldar? Sjöunda aldar, century, já. Það er einmitt, sem ég segi. Fullum 900 árum fyrir uppfinningu kapitalismans. Já, einmitt. Incarceration. Þannig að þetta er eldra system. Ég með minnir eins og tala að Kóranin hafi verið skrifaður 600. Já, það er á 7. öld. Já, passar. En sko, ég held að sé ekki endilega sagt að þetta sé óhagnaðardrifið kerfi út af því að það er bara verið að banna vexti en það er ekki verið að banna það að bankin auðgist á því að lána þér. Það má bara ekki hafa vextaði. Þið bara til sameiginlega veljið premium. Þetta er bara premium. Það er nýja orðið vexti þarna. Já, akkurat. Sem er náttúrulega hluta gagnrýnin á kerfið. En ég veit ekki, mér finnst það áhugavert. Já, ég bara reynilega vissi ekki af þessu. Ég hef ekki mikið velt fjármálum fyrir mér í þessu heimshorni, sko. Nei, heyrðu, hérna er þetta. Industry is growing rapidly. Experts expect 10-12% growth over the next 3 years. En hvernig er þetta, þú veist, í olíulöndunum, Saudi-Arabíu og þessum bara Sameinuðu arabísku furstadæmum og þetta. Þetta eru Íslamríki, eða þú veist, þetta eru múslimalönd. Já. Er svona system við líðið þar? Já, það er, þú veist, út af það, ég myndi ganga út frá því, það er verið að tala þetta sé í 80 ríkjum í heiminum og byrjið þarna þar sem að er
múslimstrú. En þú veist, í þessum löndum þá náttúrulega mikið verið að fjárfesta kannski fótboltafélögum til dæmis. Getum tekið það sem dæmi? Já. Þá bannað að græða á því eða, þú veist, það er náttúrulega ekki bannað fjárfesting sem þú ert að ávaksta. Já, en það er í grunninn ekki bannað að græði í þessu eða hagnast. Nei. En að lána pening með vöxtum ég skil þig. Stríðir gegn það er basically, það er pælingin bara að það sé bannað að lána með hagnaði. Já, með það sem að kemur út hérna. Ef ég fer aftur í En þú veist, þú talaði líka um það að það bara vextir, ég meina það eru innvextir líka. Þetta er ekki bara útlána, þú veist, þetta eru Ég bara hef ekkert fundið vexti þarna. Vextir eru bannaðir. Já, þú veist, það eru innvextir líka, skilur við það. Ég skil þetta bara ekki. Nei. Það eru innvextir og útvextir, sko. Allavega, ég... Vítum að ég sjá, var ég með eitthvað að loka hérna. Það var kannski aðeins með kostin og gallana frá þeim sjálfum. Eins og upp á lánastarfsmennu sjálfa. Talaði að langur tími og mikið dúdil. Já. Greiðslumatið þarna alltaf, allir við getum heyrt í einhvern frá Creditinfo sem vinnur í þessum löndum. Þá bara reynir sjálfan. Já, til að útskýra þetta system fyrir okkur. Já. Við þetta gaman í alveg að tala um einhvern sem að segja mér bara hvernig þetta virkar og af hverju. Já. Bara, þú veist, einhvern sem er svona talsmaður þessa hagkerfi, sko. Já. Ég er ekki að segja eitthvað sem rétt rangt í þessu. Þetta hljóma sem svona mjög sósíalíst, sko. Já. Þú veist, en samt má græða þarna. Hugsaði samt ef að sko það er eitthvað svona hyggja sem að maður hefur ekki heyrt um, sko. Hugsaði ef að Una og bankin væri með þér í liði þegar þú ert að kaupa. Já. Ekki að þessi alltaf stilt upp í vegg hérna, þú fær ekki neitt nema og sért með greiðslumat, þú fær ekki neitt nema og sért með þennan pening. Já, einmitt. Staðan fyrir bara, heyri, kottið hérna, sest í kjöldun á mér. Segið það, sko. Ég er Una í bankanum. Já. Nú erum við að fara að kaupa saman eign. Já. Þú kaupir eignin á 40. Já. Og við seljum þér hana á 50. Það væri kannski þetta að kaupa fyrir aukakrónur? Heyrðu, Anna, talandi um aukakrónunar. Já. Ég er með heimildi fyrir því að það er rætið sinna að reykja til annar trúar, kristina trúar. Nú? Já, kerfið nefnilega byggjar á því, aura fyrir aurar, króna fyrir krónu. Já. Þannig að þú færð alltaf kickbackið á krónuna sem þú eyðir. Já. Sem er ólíkt öðrum kerfum, ígildi. Þú veist, þú ert kannski að eyða 1000 kalli og þá er svona, já, þú fær 600 krónur af 1000 kalli. Já, þú fær 700 kalli. Í Landsbankanum, í þessu aukakrónu kerfi, aura fyrir aurar, krónu fyrir krónu. Krónu fyrir krónu. Og við byggjum þetta á kristnum gildum. Aurar fyrir aura, krónur fyrir krónu. Já. Nei, sko, annað líka, sem við verðum að koma inn á með þetta, er að þetta er sjálfvirkt. Þú þarft ekki að virkja neitt til þess að þetta fara í gang. Þú ert bara með aukakrónu kortið og þegar þú eyðir 1000 kalli, það fer endur eftir á hvað fyrirtækið þú ert. 5, 10, 15, 20% kannski. Já. Það er hægt að nota þetta hérna bara þetta er í rauninni er tengt við veltu og svo eru 250 samstarfsaðilar sem þú getur notað sem að í rauninni bjóða hérna sérdíla. Já, fríðindakerfi Landsbankans og leynitrixið okkar og húsmæðurana. Það er að byrja að nota þetta núna og nota svo peningin jólin til að kaupa jólagjafirnar. Já, algjörlega. Það er mjög gott húsráð. Já. Og þetta er bara sækjum kreditkort í Landsbankanum, safnaðu aukakrónum. Takk fyrir. Yes. Herðu, svo fyrir við nú bara svona fljótlega að loka þessu held ég. Varst þú með eitthvað fleira? Ég raka augun í eitt hérna ekstra loppan. Já, það er hugsjónamenn sem hlæja í dag. Já, í boði skruf. Þetta er hérna, miðlarnir eru náttúrulega bara orðin helviti duglegir við að flytja fréttir og bara ársreikningum. Núna, svona óvinnu duglegir, sko. Sísón er ekki eins og byrjað. Já, gætu við hafa orðið eitthvað hreyfiaflar? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Þetta er allan að var vinsælasta fréttin á MBL viðskipti og 5. vinsælasta heilt yfir á útgáfudeginum. Tók eftir því. Já. Fólk er að elska þetta. Ekstra loppan var semst að móka út. Já, hún var að greiða arð fyrir 22 milljónir. Kísukúlur. Já, 22 kísukúlur. Og það er hún Brynja Dan þarna sem er í forsvar. Ég held hún eigi 50%. Það er bara stór flott hjá þeim. Þetta er náttúrulega alveg briljant módel eins og við höfum rætt áður. Þetta eru Legi og dása og taka veltuþókn. Já, það er bleið 36.600 skruf dollur sem að hún er að fara að kaupa. Já. Og gæti keypt. Já. Ég mæli mig að hún gerir það. Já. Hvað myndir, ef þú verður að mæla með skruf fyrir hana? Já. Hvað er hún í 2 punktum eða? Já, klálega 2. 2. Held að. Já. 2 punta. Það er albatrossi á 5 hólu par í gólfi. Já. Er það ekki? 3 undir pari.
Það ekki? Er ekki Albatrossi? Ég held það. 2 punktar. Ég held það. Jú, -3. Hvað fleiri punktar eru? Það er fugl og örn. -2 örn, -1 fugl. Já. 0 par. Já. En Skruf, það er komin inn hot núna. Við vorum að sjá sölutölunar hjá honum Óttari. Þetta er alveg... Þetta er að mókast út. Þetta er að mókast út og þetta er orðin þessi heita vara. 2 punta. 2 og 5. Ég mæli með 5. Já. En Skruf, kæra þakkir. 18+. 18+. Herðu, hvað eru við staðir? Ég heldur sem bara, ég er strax byrjað að hlaða í fyllibittu vikunar fyrir næsta þátt. Já, það er svoleiðis. Já. Ég held að það sé gott að eiga hana inni fyrir næsta þátt. Já. Þannig að ég held að við bara segjum þetta gott núna í bili. Og já, við verðum aftur með ykkur vonandi næsta þriðjudag. Já, það ekki. Getum ekki alveg reynda að lofa því. Því að við erum farið frí. Þú ert á leiðinni í smá frí. Já. En við ætlum að reyna að gera okkar besta til að vera einn á staðn. Það væri afskaplega gott að ná því, sko. Já. Herri, kæra þakki fyrir í dag og bara njótið helgarinnar. Já, góða helgi og gangi hægt gleðinni dyr. Hratt, já. Já, bless.